Kæri Bríet, hljóta þetta ekki vera bara gríðarleg vonbrigði að steinliggja svona þetta í kvöld, menn að þið hafi verið í, já, bara closed leikjum, öllum leikjum til þessa fyrir utan bikarleikjum mútið Haugum, en svo bara steinliggja hérna fyrir svona ykkar aðal keppinu. Hvernig útskýrir þetta, Snorra Dal? Við bara mættum mikið í leikinn, það var bara þannig. Það vildi þetta miklu betur en við. En hvernig er hægt að reyna að útskýra það í svona mikilvægan leik að mæta ekki til leiks? Ég hlýt að spyrja. Stundum vill maður þetta bara mikið og þá kannski fer maður að gera þetta eitthvað sem maður var ekki búinn að leggja upp með. Hvað, spennustíð þá bara og hatt eða hvað? Örugglega eitthvað svoleiðis, bara samblanda á mörgu. Við erum allavega ekki að gera hluti sem við ætlum að gera í dag. Nei, mér svona, ég hugsaði til dæmis út í ykkar, já, ég bara frábæra kana, hann og Jordan, mjög hrifinn af henni. Var hún eitthvað lasin eða hvað, eða bara off dagur hjá henni og öllu liðinu basically. Já. En þið byrjuðu mjög sterkt í seinni, munið einhverjum 15 í hálfleik ef mann rétt og þið komin niður í 5-7. Hvað skeiðu síðan? Bara hættum. Ég veit ekki hvað ég sagt, við bara héldum ekkert á það. Þú ert hálf orðlaus bara svo sem eftir þetta? Nánast, já, bara hvort ég Breiðablik og mæti leik. En nú er 3 umferðir búnar og ein umferð eftir. Hvað myndirðu telja að þið þurfið marga sigra til þess að bjarga og það munar notabene 15, ég held að Breiðablik eigi 15 stig á okkur í innbyrðis. Já. Hvernig heldur þetta munir ráðast? Þið verðið ekki að treysta á fleiri sigra? Heldur bara að það ætla að vinna Breiðablik? Mjög örugglega, við þurfum að vinna 2 eitthvað. Ég er ekki að pæla í því, það bara að pæla í næsta leik. Já, bara ná bara aftur betri frammiðstöðan bara léleg, þannig að þú vilt að ná því upp aftur bara. Algjörlega. Þannig að það er kannski lítið við þetta að bæta, einfaldlega. Nei. Hörru, áfram, takk. Já.